Þá er það 5. liður, ferðakostnaður vegna íþrótta og tómstunda og bið ég varaforsta að taka stjórn með fundinum. Bæjarfulltrúi Heimir Örn tekur til máls. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar, ég skrifaði hér grein í dag ferðakostnað barna og unglinga í íþrótta og tómstundastarfi á landsbyggðinni. Hef ég nú persónulega mikla reynslu af þessum ferðalögum og get ekki lengur talið rútuferðirnar í SPA. En ég hef tekið eftir því á síðustu árum, sérstaklega bara síðustu mánuðum, að þetta fer að vera íþyngjandi fyrir fjölskyldur hér á landsbyggðinni. Ferðir hafa kostað gríðarlega mikið og eru að hækka enn meira og ég ætla bara að gera ykkur dæmi það að frístundastyrkurinn hér í bæ var 86 milljónir árið 2019. Það er komin upp í tæplega 130, þannig að hann hefur hækkað hátt í 40-45%. En hins vegar hefur ferðasjóður ISI lækkað frá 2019, eins og ég nefndi í greinir minni í dag, en heildar upphæð umsókna var 650 milljónir króna. Og það er ekki með tali gistingu eða uppihald. Ég hafði samband við formann nefndarinnar í vikunni og hann tjáði mér að þau hafa reynt undir tómum kofum að hækka þennan sjóð og ég hef trú á því að ný ríkisstjórn muni halda áfram með þau góðru vinnu, þessum starfshóp sem stofnað var á núna í janúar 2023 að skoða þessi mál ítarlega. En tillögur starfshópsins var svona fyrir okkur landsbyggðina að lágmarka kostnaðarþátttöku iðkenda í landslistarfi meðal annars. Og einnig las ég að koma til móts við aukinn ferðakostnað einstaklinga og félaga landsbyggðinni með auknum stuðningi til ferðasjóðs íþróttafélaga. Ég er hér með ekki að kasta allri ábyrgð á ríkið, við líka þurfum að grandskoða okkar ábyrgð, en samt sem áður verður ríkið að byrja að auka þennan styrk sem hefur ekki hækkað og lækkað frá árið 2019 og við þurfum ekki að ræða það hversu vísitöluhækkun er búin að vera mikil á þessum árum. Ég ræddi einnig mikilvægi íþrótta og tómstundastarfs og ég er svolítið hræddur með það ef þetta fer ekki að lagast að þá mun bara brottfall vera hér á næstu árum. Það er komið gríðarleg samkeppni milli íþrótta og tómstundastarfs og finn ég á síðustu 2-3 árum að mót á höfuðborgarsvæðinu hafa fjölgað bæði í knattspyrnu og handbolta meðal annars og einnig í körfubolta og veit ég að ferðir eru byrjað að kosta frá 25 upp í 40.000 og ég tala nú ekki sumarmótin sem að fara upp í 60-90.000. Þetta dæmi sem ég gaf í greinir minn í dag er kannski svona í hæsta falli með 700-800.000 á ári en samt sem áður held ég að meðaltalan sé aldrei undir 500.000. Við erum alltaf að tala það að barn sem að ræfa íþróttir frá 6-16 ára aldri á að kynnast eins mörgum íþróttagreinum að hægt er. Þetta var kynnt fyrir okkur hjá árum áður og maður heyrði alltaf íþróttakennurum sem var alltaf að hvetja mann til að æfa eins margar íþróttagreinur og hægt er. Ég til dæmis til fyrirmyndar sveitarfélagi Grindavík sem að var með 1 gjald fyrir allar íþróttagreinar. Að sjálfsögðu voru færri íþróttagreinar í þeim bæ en þetta var gjörsamlega til fyrirmyndar og kostaði 1 æfingagjald kringu 50.000. Þetta var gríðarlega hvetjandi fyrir börn sem að voru oft í 4, jafnvel til 5 íþróttagreinum, alveg upp í 13-14 ára aldur. Og ég átti samtal við þingmann Vilhjálm Árnason og hann sagði mér að þetta væri mesta missir sem að fólk finnur þegar búið að flytja frá Grindavík. Hversu gríðarlega góð starfsemi var íþróttahreyfingunni þar. Við getum ekki bara verið hér og séð þetta hækka og styrkinir hækki ekki neitt á móti. Þetta hefur að vera gríðarlega íþengjandi eins og ég nefndi áðan. Við þurfum að hugsa út fyrir kassan. Það hafa jafnvel strax nokkur fyrirtæki haft samband eftir að lesa greinina. Ég veit með samstilltu átaki þá getum við ríkið, sveitarfélögin og fyrirtækin gert miklu betur í þessum málum
og styrt íþróttakrakkana og tómstundar á næstu árum. Ég nefndi líka að fjáraflanir, foreldrar oft og ömmur og afar og ég veit ekki hvað og hvað, þetta held ég orðið búið að, hvað hefur að segja, þetta ekki bara getur ekki verið lausnin næstu 5-10 árin. Að selja á samskiptamiðlum ótrúlega varning sem aðrir eru betri en hinir að selja, sem besta mál, en við hljótum ekki gert betur en þetta. Ég ætla að fá að hrósa viðbrögðunum sem ég fekk fyrir þessari grein og ég ætla að hrósa sérstaklega þeim fyrirtækjum sem hafa samband og ég hef trú á því á næstu mánuðum að þá munum við vera stolt bæjarfélag með góða lausn í þessum málum og hjálpa vonandi öðrum sveitarfélögum á landsbyggðinni sem í sömu vandræðum. Takk fyrir. Eitt afsakið forseti, ég ætla að fá að lesa upp bókun. Bókun hljómar svo: Bæjarstjórn Akureyrar lýsir þungum áhyggjum af ferðakostnaði barna og unglinga á landsbyggðinni tengt íþróttum og tómstundum. Kostnaður hefur aukist mikið á síðastliðnum árum en ferðasjóður ISÍ hefur lækkað á sama tíma. Bæjarstjórn felur fræðslu og lýðheilsuráði að kortleggja stöðuna betur með tilliti til barna og unglinga sem búa í Akureyrarbæ. Jafnframt hefur bæjarráð óskað eftir fundi með mennta- og barnamálaráðherra vegna málsins. Bæjarfulltrúi Heimir Örn hefur lokið máli sínu og færi ég honum stjórnin aftur. Takk fyrir, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Hulda Elma Eystersdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja að fagna því að við séum að taka þessa umræðu hér og ég vil þakka bæjarfulltrúa Heimi fyrir góða yfirferð á málinu og góða grein. En það er svo sem ekki miklu við að bæta við það sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Heimis. En ég vildi bara koma hér upp einungis til að taka undir það hversu mikilvægt það er að auki fjármagn er sett í ferðasjóð ISÍ. Því ekki einungis snýst þetta rýrnun af því sem verið hefur, heldur einnig mikinn fjárhagslegan aðstöðumun barna sem búa á landsbyggðinni og þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu. Við öll hér höfum sennilega reynslu af því hver kostnaðurinn er í kringum ferðir tengdum íþrótta og tómstundastarfi barna og unglinga. Við vitum líka öll hversu mikilvægt það er að börn og unglingar stundi skipulagt íþrótta og tómstundastarf sem allra lengst. Þegar kostnaðurinn er þetta hár eru mikla líkur á að börn þurfi snemma að velja eina íþrótt sem miður, eða jafnvel að hætta í sinni íþrótt sem hræðilegt að mínu mati. En það kemur oft ekki ljós fyrir seint á unglingsárum hvaða íþrótt það er sem þú nærð að blómstra í. Og eins og bæjarfulltrúi Heimir kom inn á, þá væri frábært eða væri hægt að hafa þannig að börn myndu alast upp við að geta eftir eins margar íþróttir og þau vildu og borga eitt gjald. En ég held að það væri rosa erfitt að koma því á í sveitarfélagi eins og við búum í þar sem eru endalausi möguleikar en það væri klárlega í draumaheimi. Já, það er því mjög mikilvægt að börn haldist inn í skipulegu starfi sem allra lengst því það er jú besta forvörnin. En ég vona því innilega að ný ríkisstjórn vinni að því að tryggja öllum börnum jafnan aðgang að íþróttum því aðgangun er því miður ekki jafn eins og er. Og svo er það náttúrulega annað mál hvað varðar börn sem eru komin í afreksstarf en þá kemur inn í þetta endalausa æfingar fyrir sunnan þar sem þú þarft að jafnvel að leigja húsnæði, jafnvel að taka bílaleigubíl og annað sem er og vinnutapið yfir sumarið eftir sem börnin verða eldri. Þannig að þetta er rosa pakki fyrir marga sem auðvitað er val en ég held við viljum öll að börnin haldi sem lengst inn í íþrótta- og tómstundastarfi og jafnvel líka í afreksíþróttinni. En takk fyrir. Takk að bæjarfulltrúi Huldu Elmu Eystersdóttur fyrir, orðið er laust. Til máls tekur bæjarfulltrúi Ásrún Ýr Gestsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara þakka Heimi fyrir að taka þetta upp. Það er gríðarlegt óréttlæti sem börn á landsbyggðunum verða fyrir sem vilja taka þátt í skipulegu tómstunda íþróttastarfi sem inniheldur ferðalög, keppnisferðalög eða annars konar tómstundir. Það þarf ekki að leita langt yfir skammt, ég vil bara hrósa Akureyrarbæ fyrir að hafa tekið þetta upp hjá sér þannig að börn sem búa
eins og út í Hrísey, geta stunda tómstundur og íþróttir hér á Akureyrarbæ með árlegum styrk. Þannig að ríkið þarf nú ekki að finna upp hjólið, þau geta bara komið og tala við okkur hér. Takk. Þökkum bæjarfulltrúa Ásrún Ýr Gestsdóttir fyrir, orðið er laust. Þeim máls tekur bæjarfulltrúa Sunna Hlín Jónasdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég langar bara að byrja að þakka bæjarfulltrúa Heimi Ernu fyrir að setja þetta mikilvæga réttlætismál á dagskrá og ég held þetta sé nú mál sem við getum öll sameinast og eigum að tala fyrir og ég mun því sjálfsögðu styðja þessa bókun. Ég hjó eftir því að bæjarfulltrúi Heimir nefndi að ferðunum hefur líka fjölgað, kannski er það líka eitthvað sem við þurfum aðeins að horfa í, af hverju er þeim að fjölga. Getur það verið að því að þetta er orðið svo mikilvæg fjáröflun fyrir félögin að halda alls konar mót, að það sé orðið íþyngjandi fyrir heimilin. Þannig að ég held að sjálfsögðu þurfum við að kortleggja það líka, ekki bara kostnaðinn, að því að svo er líka spurning hvað á að niðurgreiða í margar ferðir. Það þarf líka að skoða það. Þannig að ég held að það sé bara mjög gott að kortleggja þetta mjög vel. Og maður hefur bara séð líka undanfarna árum hvað þetta er mikið réttlætismál, sérstaklega hversu misskipt þetta er milli íþróttafélaga, hvernig þau eru styrkt og þá er kannski aðalega að tala landsliðskrakkana sem þurfa að borga mjög mikið fyrir að sinna sínum verkefnum. Og ég get bara nefnt sem dæmi á síðasta kjörtímabili þá barðist hann Helgi heitinn fyrir því sem framkvæmdastjóri IBA að Akureyrarbær myndi ekki fella niður laun landsliðskrakka eða inn hjá Akureyri á meðan þau væru í verkefnum. Þetta fór ekki í gegn og en spurning hvort að það sé eitthvað sem er hægt að skoða að því ég get raunin ekki séð að ég held að flest þessar krakka hafi þá verið að vinna á þannig stöðum að það þurftu ekki að borga afleysingu endilega. Þannig að þetta væri ekki auka kostnaður, heldur bara að leyfa laununum bara að halda sér en auðvitað þyrfti það að vera með einhverju þaki. Max kannski 10 virki dagari eða þak á einhverju upphæð. Þetta er bara sem dæmi eitthvað sem var hægt að skoða og kostar okkur lítið. En við þurfum líka að passa okkur að við sem sveitafélag að við erum að setja fordæmi ef við ætlum að fara að styrkja þetta mikið sem sveitafélag. Af því að þá erum við að gefa kannski stjórnvöldum pínu þau skilaboð að sveitafélagin eigi að sinna þessu. En þetta er bara réttlætis byggðamál sem að mér finnst að stjórnvöld eigi klárlega að koma inn í og ekkert sanngjarnt að sveitafélag á landsbyggðunum fari að greiða fyrir þetta en sveitafélagin á höfuðborgarsvæðinu ekki. Þannig að það er að mörgu að hyggja í þessu. Svo hefur verið mikil umræða loftbrúna og hvernig er hægt að mögulega koma því að. Ég sé það bara fyrir mér sem þá einhver kostur fyrir einstaklingsgreinar eða ferði fyrir krakka í landsliðsverkefnum, maður ekki alveg sjá fyrir sér heilu liðin fylla flugvélarnar á milli og við erum þá fljót að kaupa það ódýrustu sætin og væri þá komin í mjög dýr sæti og þá held ég að kostnaðurinn sé orðin meiri heldur en rútusætið. Og það sem við þurfum líka að passa og ég tók aðeins eftir að ég var sjálf gjaldkeri í yngri flokkum að það voru brögðast því að foreldrar voru sjálfur að keyra börnin sín eða kaupa flug fyrir börnin sín sem þýddi þá að færri krakkar voru að skipta milli sig kostnaðan fyrir rútuna sem er ósanngjarnt. Þannig það er að mörgu að hyggja í þessu. En fyrst og fremst held ég að við ættum bara að einblína á það að eiga þetta samtal við nýjan íþróttamálaráðherra og að þessari vinnu verði haldið áfram að því eins og ég skil þessa afreiðstefnu þennan kafla ferðakostnað það á það við alla krakka, ekki bara afreiðskrakka og þarna eru mismunandi leiðir en fyrst og fremst þá tel ég mjög mikilvægt að hækka þennan sjóð eins og bæjarfulltrúi Heimir kom inn á.
Annars þakka bara fyrir mikilvæga umræðu. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúa Sunnu Hlín Jóhannsdóttur fyrir, til máls tekur bæjarfulltrúa Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja að þakka bæjarfulltrúa Heimi Erni kærlega fyrir að taka þetta mál á dagskrá og ég held að þetta sé hárrétt að þetta sé eitthvað sem við eigum að skoða á sem heilt og held reyndar að við gætum jafnvel í fleiri málum tekið okkur svona saman og unnið að hagsmunamálum okkar svæðis. En mér langaði nú bara að bæta örstutt við að í þessari kortlagningu þá væri líka, fyndist mér, áhugavert að minnstakosti að eiga líka í samtali við íþróttahreyfinguna og sérsamböndin. Því að það sem ég hef heyrt að minnstakosti í kringum mig að þetta sé ákaflega misjafnt á milli sérsambanda hvort og þá hversu mikið tekið tillit til aðstæðna barna út á landi. Til dæmis það munar heilmiklu í kostnaði hvort þú þarf til dæmis að gista í 1 eða 2 nætur. Eða hvenar mót byrja, klukkan hvað. Við þekkjum þetta nú öll líka bara hreinlega úr stjórnsýslunni að það verið að setja kannski, þegar það var lengi í umræðinni, það væri verið að setja fundi á mótni til þess að gera það verkum að fólk, eins og allavega frá Akureyri, þurftu kannski að taka flug daginn áður, retta sér gisting og svo framvegis með tilheyrandi aukakostnaði. Og ég vil bara í þessu sambandi nefna ykkur eitt dæmi. Ég var formaður í deild hjá íþróttafélagi hér á Akureyri í kringum hrun. Og þetta voru alveg heil 3 íþróttafélög í landinu sem voru að stunda þessa íþróttagrein. 2 í Reykjavík og 1 á Akureyri. Í ljósi bágra fjárhagsstöðu foreldra tók sérsambandi það ákvörðun. Það var sem sagt alltaf þannig að það voru 4 mót á ári og 1 félagið hélt sem sagt 2 mót og hitt 1. Og þetta árið hitti svo á að við hér á Akureyri vorum með 1 mót en 3 mót voru fyrir sunnan. Sérsambandið hins vegar tók þá ákvörðun í ljósi bárar fjárhagsstöðu foreldra í kjölfar bankahrunsins að fella niður mótið á Akureyri og halda þau öll 4 í Reykjavík. Og við þurftum svona góðlega að benda á að flestir iðkendur væri nú hjá þessari deild hér norðan heiða og það væru jú líka foreldrar og þar hefði jú líka orðið bankahrun. Stundum líður mér eins og það þurfi líka bara samtal og minna aðeins fólk á aðrar aðstæður. Með því sé hægt líka að ná ansi langt. Þannig ég hvet okkur til þess að hreinlega hafa líka bara samband við sérsamböndin. Þó það væri ekki nema með hvatningu til þess að minna á þann veruleika sem íbúa landsbyggðanna búa við, hvetja til þess að skipulaga á mótum og mótahaldi taki sérstaklega mið af þeim aðstæðum. Ég hvet okkur til þess, þó það var ekki nema að koma þeim skilaboðum áleiðis, það leysir ekki þann vanda sem hérna er og stóra myndin er auðvitað það sem er verið að leggja hérna til, en ég held að það sé ýmislegt að vinna líka bara með samtalinu og minna á veruleika barna utan höfuðborgarsvæðisins, af því að flest sérsamböndunum er stýrt einmitt frá höfuðborgarsvæðinu og reyndar fyndist mér að þetta vera í stjórn hvers einasta sérsambands að lágmarki eitt sem býr utan áhrifasvæðis höfuðborgarinnar sem að svona ætti að flagga það svolítið þegar að fólk gleymir sér í sínum eigin veruleika. Þakkum bæjarfulltrúa Hildu Jana Gísladóttur fyrir, orðið er laust. Til máls tekur bæjarfulltrúa Ingibjörg Sigurðardóttir. Forseti og aðri bæjarfulltrúar, ég vil þakka bæjarfulltrúa Heimi fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga máli. Ég tek undir bara orðræðu allra sem upp hafa komið og svo sem svolítið bara búið að fara yfir þetta en mér langar bara að leggja áherslu á hversu mikilvægt þetta er. Íþróttir eru lýðheilsumál og það er mikilvægt að öll börn geti stundað íþróttir. Það eru þetta ekki bara þessi æfingagjöld, heldur eru það líka þessar ferðir og jú, við getum alveg æft íþróttir og ekki farið í ferðirnar en það er ekkit auðvelt að vera á æfingum og fara ekki í ferðirnar og þurfa að svara fyrir það. Af hverju ert þú ekki að fara með í ferðina? Það er ekkit auðvelt og það er af því að það kostar og það sem að bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn á áðan að það er mikill munur milli sérsambanda og foreldrar mögulega eru að velja eða að svona ýta börnunum sínum í ákveðnar íþróttir af því að þar er staði betur að skipulagi og svona sem dæmi að þá eru mótin sem eru haldin fyrir norðan eru ofta tíðum eða út á landi ofta tíðum þegar að vel viðrar en síðan eigum við að fara í öllum veðrum og við gerum það skiljiði, það er ekki málið. Þannig að það er mikilvægt
við erum auðvitað að gera okkar sem sveitafélag og en það svolítið fúlt að við sem að borga allan hennar ferðarkostnað og við líka búum ekki alveg yfir sömu aðstæðu og börn fyrir sunnan. Og eins og bæjarfulltrúi Sunna kom inn á áðan að ferðirnar eru mögulega að verða fleiri, en það líka því að við viljum vera samkeppnishæf og það ekkert gaman að vera alltaf að spila og keppa við sömu liðin og það ástæðan fyrir því að ferðunum að fjölga. Þakkum bæjarfulltrúi Ingibjörg Sigurðardóttir fyrir orðið laust. Bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jónsdóttir deildi máls. Forseti, ágæti bæjarfulltrúi, ég bara gleymdi einu áðan sem ég langar að koma inn á og það þessar nýjar svæðisstöðvar ISI sem búið að opna á 8 stöðum á landinu og ef ég les bara hérna hvert þeirra hlutverk með leyfi forseta, ná betur til barna af tekjulegri heimilum og barna með fjölbreyttum tungumál og menningabakgrunni og auka íþróttaþátttöku barna og ungmenna. Hann mér finnst að tala alveg í takt við það sem við erum að ræða hér og spurning hvort að við getum ekki einhvern veginn involvera þessa starfsmenn inn í þessa vinnu og fengið þau kannski á fund fræðslu og lýðheilsuráðs. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jónsdóttir fyrir orðið laust. Ekki fleiri sem kvart sér hljóðs. Þau sem að samþykkja bókunar eftir bönd. Það eru allir.